Ég ætla að fjalla svolítið lífeyrissjóði næstu mínúturnar. Við byrjum á Ólafi Margeirssyni. Hann hagfræði nemi eða doktorsnemi í hagfræði við Háskólann Exeter í Englandi og hefur verið að fjalla talsvert lífeyrissjóði í greinum á meðal annars á vefnum Pressunni. Ólafur, ertu ekki á línunni þarna? Jú, ég er það, sæll. Sæll vertu, heyrðu. Mér langaði að spyrja þig út í þú hefur verið að fjalla mestanpart ávöxtunarkröfu lífeyrissjóðanna sem 3,5%. Og fólk gerir sér kannski ekki grein fyrir því hvað þetta stórt mál, en þú fullyrðir beinlínis í grein sem þú skrifaðir daginn að lífeyrissjóðakerfið sé hrunið. Já, ég lýsti því við svokallað Ponzi-píramídasvindl, þar sem það virkar þannig að í upphafi þá er kerfið látið upp að það lofað einhverju ávöxtun og af ávöxtuninni þá eru fjárfestar tilbúnir og sem sagt allir tilbúnir það að borga inn í kerfið og þegar tíminn líður og það kemur í ljós að ávöxtunin samt loforðið ávöxtun var of há á hrynur af kerfið og það nokkuð neginn það sem hefur gerst með lífeyrissjóðinn. Ég tek það fram náttúrulega ég ekki að segja að þegar kerfið var sett á koppinn í upphafi að það hefði verið ætlurinn að láta það hrynja, alls ekki. En því miður þá gleymdist bara í öllum hamganginum að athuga það hvort að kerfið verið sjálfbært og því miður þá það bara ekki. Þú talar og líkir þessu við píramídasvindl. Já, píramídasvindl þannig að eins og ég sagði að fyrstu fjárfestarnir þeir fá sína himinháu vexti af því að nýjir fjárfestar eru alltaf að borga inn í kerfið. En þegar fjölgar inn í kerfinu og þeim fækkar sem borga inn í kerfið, þá hrynur allt vegna þess að útgreiðslurnar eru hærri heldur en inngreiðslurnar og þar með fellur bara píramídin saman eins og blaðra. Þannig að þeir sem koma fyrst þeir fá en þeir sem koma síðast þeir tapa. Já, nákvæmlega. Og þannig að við erum að borga meira en við erum ekki að fá það út úr þessu sem við eigum og gert ráð fyrir að við eigum að fá. Nei, nákvæmlega. En þessi ávöxtunarkrafa, af hverju hún svona mikilvæg? Sko, hún mikilvæg vegna þess að lífeyrissjóðirnir eiga samkvæmt áætlunum Seðlabankans nýlegum áætlunum þeir eiga rétt rúmlega 1800 milljarða. Og 1800 milljarðar það dágóðu slatti. Það er rúmlega, það er 120% af landsframleiðslu í eitt ár og mér minnir að til samanburðar þá hafi tekjur ríkissjóðs verið í kringum, ég maður ekki alveg 450 milljarðar held ég, eða svo síðast ár. Þannig að tölurnar eru gegnvænlegar sem þeir eiga. Þeir ráða yfir 1800 milljarðum. Og ef 1800 milljarðar innan íslenska hagkerfisins eru ónýtanlegir á ávöxtunarkröfu eða á vaxtakröfu, raunvaxtakröfu, sem lægri heldur en 3,5%, þá munu fyrirtæki sem vilja fjárfesta innan íslenska hagkerfisins ekki finna fjármagn til þess að fjármagna sína fjárfestingar. Þegar það gerist þá engin vinnu, af því að það engin að fjárfesta. Þegar engin fær vinnu, þá munu allir default á lánum og bara allt koðana saman. Og nokkuð það sem við erum að sjá að gera hún. En þannig að þessi kraf, hún algjörlega óraunhæf þetta viðmið, þetta 3,5% viðmið. Alveg, já, bara því miður. Það svona til viðmiðunar, þá getur við, þá má ímynda sig þannig að ef við berum saman til dæmis skuldir allra innan þjóðfélagsins, heimili, ríkissjóður, fyrirtæki og leggjum það allt saman og berum það saman við einhverja stærð sem lýsir stærð hagkerfisins, til dæmis verkar landsframleiðsla. Ef við lítum á þetta hlutfall, sem sagt skuldir allra og sem eru, og ég bendi á það að skuldir heimila og ríkissjóðs og fyrirtækja, það eru eignir lífeyrissjóðanna, af því að lífeyrissjóðanir eru að fjármagna þessi aðila. Já. Ef hagkerfið aðeins að þenjast út hlutfall sem lægra heldur en 3,5%, það sem sagt hagvöxtur lægri heldur en 3,5%,
þá mun það aldrei gerast að hlutfallið skuldir móti landsframleiðslu muni draga saman. Af því að það er lágmark á skuldunum, þau munu alltaf þenjast út 3,5%. Það krafa það að skuldina munu bera vexti það 3,5%. Og ef landsframleiðslan vex ekki hraðar heldur en 3,5%, þá mun einfaldlega kerfið hrynja saman. Og landsframleiðsla í síðustu 25 ár hefur ekki verið nema að meðaltali 2-3%. Og þetta fyrir utan bóluhagkerfið sem átti sér stað eftir 2023. Þannig að það þarf að endurskoða þetta kerfi. Alveg klárlega. Þakka þér fyrir, Ólafur. Við heyrum kannski síðar í þér í þættinum í eigin persónu, það verið gaman. Þú ert í Englandi við doktorsnám. Ragnar Ingólfsson, þú ert stjórnarmaður í Verslunarmannafélagi Reykjavíkur og hefur verið að skoða allt þetta kerfi mjög innanfrá. Eitt af því sem þú ert að benda á núna er gríðarlegur kostnaður við að reka þetta kerfi, lífeyrissjóðakerfið. Já, það rekstrarkostnaður lífeyrissjóðanna alveg gríðarlega hár. Svona ef við tökum tillit til þessa að lífeyrissjóðirnir eru að upplægja að gera nákvæmlega sama hlutin, fjárfesta í sama litla hagkerfinu og til dæmis eins og hlutabréfastaða sjóðanna var rétt fyrir hrun, það var allt mjög svona áþekkt. Og svo eru náttúrulega lífeyrissjóðirnir að kaupa mikið til sömu sérfræði og ráðgjafaþjónustuna fyrir nákvæmlega sömu hlutina. Og þetta er byggt voða mikið upp á þessu svona einbjörn tvíbjörn systemi. Það eru margir sjóðir að gera sömu hlutina og eini rauninni sjáanlegi munurinn á fjárfestingum lífeyrissjóðanna, þessar stærstu, rauninni fjárfestinga þeirra í því baklandi sem stendur á bak við hvern sjóð. En allt hefur þetta ekkert að gera með hafa okkur sjóðsfélaga. Baklandi sem bak við hvern sjóð, þú meinar þá að þeir hafi verið að fjárfesta í einhverjum blokkum? Akkúrat. Það er að rekja nokkra stærstu sjóðuna við ákveðna viðskiptablokkir sem að tryggja ákveðnum sjóðum, iðgjaldagreiðendur og svo fjármagn út í ákveðna blokkir og öfugt. Þetta sáum við með lífeyrissjóð Verslunarmanna og Gildi sem voru mjög samstíga í svona sínum fjárfestingum og tóku mjög sterkar stöðu með Kaupþingi og félögum tengdum Bakkavörabræðrum, Existu og Bakkavör og tengdum félögum. Já, við vorum eiginlega bara partur af því veldi með þeirinn í bankaráðinu. Já, það var erfitt að sjá hver var að vinna að hverra í því apparati og svo náttúrulega almenni lífeyrissjóðurinn sem var rekinn inn í Glitni tók mjög sterkar stöðu með Baugsfélögum og svo fleiri sjóðir Stafir, þeir taka mjög sterkar stöðu með N1 og Nóatúnsfjölskyldunum. Þannig að þetta er svona eini sjáanlegi munurinn á þessum sjóðum, annars þeir að gera of mikið það sama. Voru að kaupa sömu handónýttu skuldabréfin í útrásarfélögunum og svo mætti lengi telja. Og þessi rekstrarkostnaði sem ég tek hérna saman, ég gerði þetta nú líka fyrir árið 2007, fyrir 1,5 ára síðan, að þar erum við að horfa á rekstrarkostnaði upp á 3,34 milljarða. Það fer eftir hvort við tökum þessi erlendu fjárfestingargjöld inn líka, sko. Og ef við setjum þetta í samhengi, þannig samhengi og förum að skoða hvað tekur marga sjóðsfélaga til að standa undir þessi rekstrarkostnaði, þá þessar tölur alveg svakalar. Ég bendi þarna á að það tæki 11.500 sjóðsfélaga með 200.000 krónur í mánaðarlaun sem gera ekkert annað en að borga undir reksturinn á kerfinu. Og það náttúrulega kannski setur þessar hluti í rétt samhengi vegna þess að þeir sem stýra kerfinu, þeir stæta sig að því að þessi rekstrarkostnaður sé rauninni mjög lágt hlutfall af eignum. Já. Alveg svo Jóhanna Sigurðardóttir, forsætisráðherra, hún örugglega mjög lág laun ef við myndum setja launin hennar upp sem hlutfall af landsframleiðslu. Þannig að það þarf að taka þetta kerfi eins og hér var bent á áðan að kerfið er óbúslega stórt og mikið inn í mjög litlu hagkerfi og það má ætla það til þess að kerfi verði hugsanlega 4.400 til 6.000 milljarðar stærð eftir 20 ár. Þegar að útgreiðslur úr kerfinu verða hærri heldur en inngreiðslurnar. Sjóðin komast upp með það í dag að hafa eignirnar loka eignirnar inn í sjóðunum sem svona tökum sem dæmi skuldabréf í Bakkavör, þannig að fóru lífeyrissjóðirnir í nauðasamninga og hafa skrifað þessar eignir bara niður að hluta til þó kröfurnar séu klárlega tapaðar. Og það eru einhverjar ímyndaðar heimtur sem eru gerðar í einhverjum nauðasamningum sem eru algjörlega óraunhæfar og þessar eignir eru geymdar sem gull inn í sjóðunum og þangað til að þarf að losa þær.
Og í dag eru iðgjöldin, inngreiðslurnar inn í kerfið svo miklu hærri heldur en útgreiðslurnar, þannig að sjóðirnir geta notað peningarnir sem koma inn til þess að greiða út. Alveg eins og kom fram í símaviðtölunum áðan. Það þarf að fara með kerfið í algjöra naflaskoðun. Við þurfum að helst að fækka sjóðunum í einn. Já, fækka sjóðunum í einn, segirðu? Algjörlega. Ég sé enga ástæðu til að hafa alla þessa sjóði sem að gera ekkert annað en að styðja við einhver hagsmunaaðila sem hafa ekkert að gera hafa ekkert sameiginlegt með þeim sem að þurfa á þessum peningum að halda þegar fram í sækir. Þetta eru framtíðarskatttekjur ríkissjóðs, barnanna okkar, og framtíðarlífur okkar. Við höfum ekkert að segja það hverju stjórna þessum sjóðum, við höfum ekkert að segja hvernig þessum peningum varið til fjárfestinga. Og ég hef líka bent á það að með því að sameina þessar sjóðanir í einn, þá væri hægt að ná þessu rekstrarkostnaði niður allavega helming. Og bara með því að skera af alla þessa yfirstjórn, svo forstjóralaunin eru ennþá mjög há, þó það hefur lækkað mikið frá því var 2007. Og hugsanlega að lífeyrissjóðakerfið komi sér upp einhvers konar eignaumsýslu batteri í kringum verðbréfaviðskipti, þannig að til þess að lækka þá kostnað við fjárfestingarnar. En þetta náttúrulega, það er náttúrulega eitt í þessu það að við erum Íslendingar, við borgum inn í þetta stanslaust og borgum stóra fjárhæðir inn í þetta í hverju mánuði og það er náttúrulega þaðan sem að krafan á að komum að þetta sé allt gegnsætt, því þetta bara eins og skattur sem við eigum ekkert valum að borga inn í þetta. Og svo er náttúrulega annað sem að er óréttlætt í þessu, það er það að ríkisstarfsmenn skuli vera með einhvers konar lífeyrisréttindi umfram aðra landsmenn. Það hlýtur að koma svo dagur að það verði jafnað. Já, ég held að eins og staðan í dag með skuldbindingar ríkisreknarkerfisins og þá er mjög hæpið að við sem skattgreiðendur getum staðið undir þessum skuldbindingum. Og því fyrr sem við förum í að skoða þessar hluti og reyna að horfa svolítið á þetta heildstætt og skera í burtu þá þessa hagsmunaaðila sem vilja engu breyta þarna inni, að þá eigum við örugglega eftir að komast að þeirri niðurstöðu að við verðum að jafna öll réttindi. Við getum tekið sem dæmi bara inn í lífeyrissjóðakerfinu að 1997 þegar skyldutryggingar lífeyrisréttinda, lögin um skyldutryggingar lífeyrisréttinda eru samþykkt, að þá verður þetta rauninni skattur, þessi iðgjöld. Og kerfið í dag, þetta er skattur, við höfum ekkert að segja hvernig farið með þetta skatt okkar. Að þetta erum við kerfið sem hyglir þeim tekjuhærri og kostnaði þeirra tekjulægri, og við getum satt sem svo væri eðlilegt til dæmis ef við værum með heilbrigðiskerfi sem myndi veita þeim tekjuhærri betri þjónustu heldur en þeim tekjulægri. Þannig að ég er þeirra skoðunar að við þurfum að sameina helst alla sjóðuna bara í einn, jafna öll réttindi. Jafna réttindi, alveg sama hvernig, öll réttindi, ég meina við eigum að njóta þess að vera til alla ævi, ekki bara eftir 67 ára aldur og þá þröngur hópur. Í dag er kerfið líka þannig að við eigum allt undir með einhverjum misgáfulegum ákvörðunum misgáfara forstjóra, hvernig okkur kemur tíma að reiða af í framtíðinni, og þeir þurfa að fara í gegnum frystingar, kerfisbundin áföll, sínar ákvarðanir sem að koma frá einhverjum baklandi sem hefur ekkert að gera með hagsmuni sjóðsfélaga, og svo umræða sem hefur verið í gangi í dag þessara séreignarstefnu. Mér finnst hún einmitt vera komin í hálfgerða ógöngur vegna þess að við sjáum í dag að lífeyrisþegar sem taka út úr kerfinu í dag hafa greitt í það yfir 40 ár. Við sjáum bara hvernig þeir standa. Að þeir eru ekki að bera mikið úr bítum. Alls ekki. Alls ekki. Og það sem heldur lífeyrisþegum upp í dag er eignamyndun þessa hóps yfir sama tímabil og þeir greiddu inn í kerfið, lögbundakerfið. Og þess vegna er svo mikilvægt að kerfið bjóði ungum sjóðsfélögum upp á það að eignast þak yfir höfuðið, vegna þess að það er okkar mikilvægast í lífeyri, og ef við afnemum algjörlega séreignarstefnuna, hvernig gengur okkur í framtíðinni að takast á við yfir í rauninni eignalausa og hugsanlega skulduga árganga sem þurfa að fara á lífeyri og fá lágmarksframfærslu og jafnvel að sjá þessum hópi fyrir félagslegu húsnæði líka. En þetta er náttúrulega þetta er náttúrulega mjög flókið fyrirbæri í lífeyrissjóðum, þetta er ríki í ríkinu og þarna mætast náttúrulega atvinnurekendur og verkalýðsforingjar. Það er náttúrulega spurning, eiga atvinnurekendur að hafa eitthvað yfir þessu að segja, vegna þetta er náttúrulega eign þeirra sem borga í sjóðina, þetta er ekki eign þeirra, og síðan er það hvernig einhvern veginn hagsmunir verkalýðsmanna og
læsast saman við kapitalið í samfélaginu í gegnum þetta sko. Já, það náttúrulega, lýðræðið náttúrulega inn í þessu batteri er æði sérstakt að þarna eru verkalýðsforingjar og verkalýðshreyfingin og atvinnurekendur búin að læsa sig saman sjóðina og það virðist ekkert annað komast fyrir hjá þeim heldur en að verja þetta lífeyrissjóðakerfi, þetta batteri sem að hefur hrunið kerfisbundið, myndi ég segja. Já. Og það hefur verið að taka á sig stórfellda skerðingar í kerfisbundum áföllum og fjármálamörkuðum og ég held að væri mjög hollt fyrir verkalýðshreyfinguna að aftengja sig í lífeyrissjóðakerfinu svo við getum fyrir að vinna fyrir fólki í landinu. Við sjáum það að bara verkalýðshreyfingin sem er að velta yfir 10 milljörðum á ári, hún hefur ekki haldið einn einasta samstöðufund launafólks til að mótmæla þessum gríðarlegu svona búsefjum sem hafa dunið á fólk frá hruni. Eina sem heyrist frá þeim að ráði inn í háaðinn, það er þegar einhver kemur í svona spjallhætti eins og ég að gagnrýna kerfið og þá taka þessu til og býta frá sér. En það er náttúrulega, Sigrún Davíðsdóttir var með pistil hér í Speglinum daginn þar sem hún var að ræða hvernig lífeyrissjóðirnir væri að rannsaka sjálfa sig, sko í rauninni það sem fór fram, hvernig þeir væru að standa því að rannsaka sína frammistöðu á hruntímanum eða tímanum fyrir hrunið? Já, þeir náttúrulega héldu heilmikinn fund í kringum lífeyrissjóðina á Selfossi. Ég komst því miður ekki á þann fund en síðan skiluðu þeir einhver álitsgerðum um hrunið og aðkomu sjóðana og einhverja leiðir til úrlausnar. Síðan ég held að bara að ríkisstjórnin hafi nú bara alfarið hafnað þeirri úttekt og það var farið fram og farið einhver opinber rannsókn á lífeyrissjóðunum. Nú það er búið að fresta þeirri rannsókn að ég best veit að því að lífeyrissjóðunir hafa svona í gegnum ríkissáttasemjara skipað einhverja 3 manna nefnd til þess að fara í enn einn svona kattaþvottin á kerfinu og sem var svona einkennist á einhverju veruleikafirru og svona tilvistarkreppu finnst mér að það hefur ekkert uppgjör átt sér stað. Það eru mikið til sömu kannónundar sem að stýra þessu kerfi fyrir hrun, stýra þessu kerfi áfram og það verðist ekki vera nokkur einasti vilji hjá aðilum vinnumarkaðarins sem gerði nokkuð skapaðan hlut til að breyta þessu kerfi. Þannig að við þurfum klárlega að fá stjórnvöld til þess að stíga þarna inn í og taka af skarið í þessu hagræðingarferli sem ég tel sjóðana nauðsynlega þurfa að halda. Þakka þér fyrir að koma í þáttur, Ragnar. Við ætlum að fjalla örstutt um heimildarmyndir sem á að sýna núna í Bíó Paradís.